alltaf í stuði. Alltaf fullur af orku. Ég nefnilega alveg mögnuð vera, rafmögnuð. Og það þú líka. Já, á hverri stundu fara innan okkar óteljandi rafboð út allt. Þess vegna það ekki bara eitthvað grín að segja við séum magnaðar verur. Sjáum til. Allt gert úr einhverju efni og við erum engin undantekning. Og efni gert úr mismunandi tegundum af ótrúlegum fyrirbærum sem heita frumeindir. Frumeind minnsta eining efnis og svo lítil að hana aðeins hægt að sjá með mjög öflugum smásjá. Og innan í frumeindinni eru svo ennþá minni agnir. Það kjarni sem inniheldur róteindir og nifteindir og svo umhverfis kjarnan líkt og reikistjörnur á sporbaugum sólina þjóta rafeindirnar. Sem það sem við ætlum að skoða. Róteindir og rafeindir hafa hleðslu. Róteindirnar plúshleðslu en rafeindirnar mínushleðslu. Það sem gerist svo í flóknu samspili ýmissa efna að rafeindirnar færast til. Þegar þú til dæmis greiðir hárið með plastgreiðu, færist hluti rafeindina frá hárinu þínu yfir í greiðuna. Sama á sér stað að þú nuddar uppblásinni blöðru við hárið. Þú nefnilega rafmögnuð vera. Þegar hlutum úr ólíkum efnum núið saman, færast rafeindir milli hlutana. Neikvætt hlaðið efni dregst að jákvætt hlaðnu efni sem útskýrir hvers vegna hárið dregst að greiðunni. Af sömu ástæðu getum við látið blöðru tolla við vegg eftir að hafa hlaðið hana með því að nuddinni við hárið. Ólíkar rafhleðslur dragast hver að annari. Þegar rafeindir ferðast með rafleiðara, til dæmis vír, köllum við það rafstraum. Til að koma á straumi þurfum við að láta rafeindirnar ferðast í eina ákveðna átt. Það einmitt þessi vitneskja sem gerir okkur kleift að nýta okkur rafmagnið. Við kveikjum á ljósaperu, við hlöðum síma, við ristum brauð, allt með rafmagni. Rafmagnið sprettur ekki upp úr engu, það vitum við núna. En hvernig fengum við þessar örsmá rafeindir og færum þær í ljósaperu þannig hún lýsi? Sjáum til. Við höfum heyrt talað alls konar orkugjafa. Þið hafið jafnvel hort á myndböndin hér á Menntakastinu sólarorku, vatnsorku og vindorku. Ef svo þá vitið þið að þessi orkugjafar eru nýttir til að framleiða rafmagn. Í virkjunum, svo sem vatnsvirkjun, vatnsstraumur látinn snúa túrbínu sem knýr rafal. Rafall tæki sem breytir snúningsorku í raforku. Vatnsaflið snýr túrbínunni sem knýr rafalinn, í honum segull og þegar honum snúið svokallaða rafleiðara veldur það rafstraumi. Það þessi rafstraumur sem svo leiddur með vírum eða rafmagnslínum í spennustöðvar sem beina rafmagninu í byggingar og þaðan í ýmis tæki. Málmar eru góðir rafleiðarar vegna þess hve rafeindirnar eru lausar frá kjarna þeirra. Ef þú vill best að hugsa rafstrauminn frá virkjun og í ljósaperu eða brauðrist eða lampa eða hvað sem eins og vatnsstraum. Þegar rafmagnið hefur verið framleitt í virkjun, má segja að það sé geymt í spennustöðunum og svo flutt í hús. Þannig að leið og þú stingur rafmagnsnúru í samband, ertu að hleypa straumnum í tækið, svipað eins og að skrúfa frá krana. Ég mæli samt alls ekki með að blanda rafmagni og vatni saman, nema bara sem svona myndlíkingu. Alls ekki alvöru. En hvers vegna flytjast ekki rafeindirnar í þig þegar þú stingur hlut í samband? Það vegna þess að sum efni flytja einfaldlega ekki rafstraum. Í plasti, gleri, postulíni og fleiri efnum eru rafeindirnar bundnar fastar við kjarnan og leiða því ekki straum. Í venjulegri rafmagnsnúru leiðari úr kopar sem rafeindirnar fara eftir og til að koma í veg fyrir að rafeindirnar fari aðra leið, til dæmis í mannesku sem heldur snúruna, hún umlukin slíðri, einangrara, sem oft úr plasti. Ferðalagið það svona. Orkugjafar, svo til dæmis vatn, notaðir til að knýja rafal sem kemur rafeindum á stað sem eru fluttar með góðum rafleiðurum úr málmi í spennustöðvar sem beina þeim í hús og þar bíða þær eftir að þú stingir snúru í samband og kveikir. Segjum þetta gott.
í bili héðan frá höfuðstöðum Mentakastsins, þar sem við erum alltaf í stuði og alltaf með kveikt á perunni.